Til að sýna ykkur hvernig maður framkvæmir þessar helstu einföldu mælingar sem maður þarf að gera til að sjá hvort að rafgeymirinn eitthvað skrítinn í bílnum eða alltafandórinn eða rafalinn eins og heitir á íslensku. Þetta helsta sem maður getur gert áður en að maður þarf að hafa samband við sérfræðing. Það fyrsta sem maður þarf að gera er að hlaða rafgeyminn yfir nótt eða eitthvað svoleiðis með góðu hleðslutæki og mæla síðan bara á honum spennuna. Það sjálfur sér að nota hvaða voltmæli sem en ný hlaðinn geymir sem í toppstandi, hann á að standa í 12,6 voltum. Og við sjáum að þessi geymir svona 12,4 eitthvað svoleiðis, 12,45. Aðeins var hann að slappast. Til þess að sjá hvernig hann þolir álagið, hvernig rýmdin í honum rauninni bara hversu góður geymirinn þá, ef hann að nota svona mæli, hann setur álag á geyminn og við sjáum að þessi stóri geymir ætti ekki að falla svona mikið á spennu. Hann fer hérna niður á vík. Og ef hann væri alveg komin niður á rauða hérna, þá var hann bara gjörsamlega búinn að þið sjá hvernig hitaelementin hérna verður rauðglóðandi hérna inni. Ég ætla að hætta. Þetta sem sagt bara verið að taka bara hitaelementin inni í þessu. Það eru til betri svona mælar til þess að mæla hversu gott ástandið á geyminum svona digital mjög flottir mælar sem í rauninni betri heldur en þessi, en þessi mælir algjör svona lágmarksútbúnaður. En kosturinn við þennan mæli að hann síðan betri til þess að sjá hvort að það eitthvað að til dæmis alternatornum eða rafalanum í bílnum. Vegna þess að þegar við setjum í gang og tengjum þennan mæli við, þetta svona vísismælir, þá sjáum við á nálinni hvort allt í lagi. Ef að nálin fer bara eðlilega upp í eitthvað staðar á bilinu 13,8 til 14,2 volt, það tekur stundum nokkrar mínútur fyrir spennustillirinn að fara þangað upp, og þá allt í lagi. En ef að nálin hérna, hún hreyfir svona, dinglar til, þá eitthvað að alternatornum og sennilega farin í honum díóða. Og þá þarf að gera við það. Og það truflanir fara út allt rafkerfi bílsins. Það ekki þegar þið komist að laga það. Og reyndar oftast í dag bara ódýrast að skipta alternatorn. Ef að spennan fer ekki upp í 13,8 til 14,2 volt, þá spennustillirinn ekki í lagi, og eins ef að spennan fer alltaf hátt. Og eins ef að spennan færist alltaf þegar það gefið inn, þá líka spennustillirinn bilaður og það þarf að skipta alternator. Það hægt að gera við alternatora, en eins og segi, í dag það mjög sjaldgæft að borgi sig. Þetta sem sagt alternatorinn. Hann nú ekki alltaf svona efstur í vélarrúminu og ekki alltaf svona þægilegt að koma að staðnum. Stundum hann hreinlega neðstur, næst götunni. Og það verður nú bara að segjast eins og að alternatorar sem eru þannig og eru í saltpækli vetrarins alltaf, þeim hættir náttúrulega meira til að bíla. Ég ætla aðeins að mæla hvort að díóðnir í lagi í þessum. Ég bara með hérna
rafmagnsmæli. Ég þarf að stilla hann á díóðu test. Hann er komin hérna á díóðu testið hjá mér. Og síðan mæl ég einfaldlega annar endin er plús og hinn er mínus. Ég þarf að ná góðu sambandi hér og ég þarf að ná góðu sambandi eitthvað staðar við alternatorinn. Og við sjáum að það hérna bara kemur ekkert á mælinn, ekki neitt. Ekkert. Tölurnar hreyfast bara ekkert. Svo víxla ég vírunum hérna. Og þá fæ ég mælingu 0,78. Þetta þýðir að díóðbrúin eða díóðarnir í alternatornum eru í lagi. Og ég get líka verið viss að það er ekkert að leka frá rafgeyminum. Það er engin útleiðsla þessa leið. Þessar díóðnar þær virka eins og innstreymisloki fyrir rafeindir eða fyrir rafmagn. Ég get nota líka venjulega mæli sem er kannski ekki endilega með svona díóðaprófun í sér. Og þá fæ ég reyndar ekki þessa 0,7 mælingu. Hérna mæli ég 3 megaohm, svo víxla ég og fæ ekki neitt. Nákvæmlega ekkert. Og þannig á það að virka. Það er aðalatriðið að það er þessi víxlun, að ég fái bara mælingu svona, ekki svona. Og áður en ég tengi hérna plúsin aftur á alternatorinn, þá setja ég svona koparfetti á hann. Koparfettinn inniheldur náttúrulega kopar og það er til þess að þessi tenging verður í lagi lengur en þessi bíll. En hefur hins vegar svo sem að galla að það er meiri hætta á að tengingin losni bara á titringi. Þannig að þá bæti ég við einni svona auka ró, svona læsingaró, til þess að þegar maður vill ekki vera að herða þetta eitthvað brjálæðislega mikið sko. Það er svona þéttingsfast og svo læsi ég þessu með annarri ró hérna. Þá getur þetta ekkert losnað. Svona. Svo til að tengja rafgeymina. Algengustu bilanir í rafkerfum bíla held ég að ég get alveg örugglega sagt, á þess að vera nokkuð að ljúga, eru bara lélegar tengingar hérna við rafgeymin, á rafgeymapólunum. Þetta er ósköp einfalt, maður bara losar þær, strýkur að þeim hérna með sandpapír, svona. Og hérna innan úr pínu erfiðara, kannski litli puttinu eða eitthvað. Þetta glansa svolítið. Þessar tengingar þurfa að vera í lagi. Það eru, ég segi þeim hættir alltaf til að verða eitthvað lélegar. Sérstaklega ef sýran fer að leka upp úr geyminum og verðast þetta fyrir. Svo er alveg lágmark að setja einhverja feiti, þessu skiptir svo mikið alveg öllum máli hvaða feiti það er, en koparfeitin er best á þetta. Og verður þetta alveg pottet. Tengja.
Það má ekki berja hérna núna á pólana með hamri eða eitthvað svoleiðis. Svo herðir maður þetta bara nógu mikið til þetta verði fast. Þannig að það hreyfist þetta ekki. Og nú þetta örugglega í lagi hérna. Allt þetta í lagi. Hér hefur verið aðgjuminn sem búið að hlaða yfir nótt og hann stendur í 13 voltum eins og við sjáum og það fullkomlega lett spunkun í geimi nýbúið að hlaða og það sama á mælinum hérna niðri og þessi rétt að við tökum álagspróf á honum líka. Og það hreyfist allar nálinn. Hérna. Og aftur. Það hefur verið standað að ágætlega á sér. Við sjáum hérna eftir álagsmælinguna. Og þá fer hann niður í 12,6 volt. Þannig að þessi geimi í lagi. Það hægt að selja þennan geimi sem nýjan geimi. Ef geimirinn nær ekki 12,6 voltum og hann hreinlega ekki nýr, hún ekki nógu góður standi til þess að selja hann sem nýjan geimi. Og þá bara ekkert annað en að tala við seljandann og skila honum og betri geimi. Hér prófa ég að starta á geiminum og ég fyrst og fremst að horfa á amperinn. Byrjar í einhverjum 100 amperum, 60, 50, 40. Hann bara að hlaða sig strax eftir startið, geimurinn. Og ég rauninni bara að sjá hvernig alternatorinn haga sér, hvort að spennan rétt. Það kemur mjög augljóslega fram á voltmælinum. Ég þetta með að báða í gangi. Ég sé að vísismælirinn er alveg rólegur, þannig að það gott. Og síðan á straumurinn eða amperinn eftir að lækka á þegar að búið að fyllast á geiminn eftir startið. Það gerist mjög fljótt. Og það sem ég ætla síðan að gera, ég ætla að skipta rafgeimi í bílnum. Þannig geimurinn kom niður í eitthvað 14-15 ampere. Hann heldur sig þar alveg. Og núna ætla ég að skipta rafgeimi og setja nýja geiminn í. Og þetta. Og við sjáum að það kom aftur þessi 100 ampere. Spennan fín. 70 ampere. 60. 50 spennan fín eða þá 50 ampere. Það greinilega hlaða á geiminn rétt í startið mjög hratt og mjög fljótlega fer straumurinn að koma niður. Það tekur alltaf smá tíma. Og allt í einu hrekkur hann bara niður í 8. Svona bilinu 10 til 8, hann að hoppa þar á milli. Við sjáum að þessi nýji geimir að valda miklu minna álagi á alternatorinn heldur en gamli geimirinn. Þetta augljóslega betri geimir.